Það var svona spenna í loftinu vegna þess að þegar þú vinnur inn á spítala þá bara getur ekkert farið. Það var bara upplifun. Það maður fylltist bara af stolti og gleði. Það var ekkert garð til að maður fengi að fara, skilurðu. Ég var 22 ára, nýútskrifaður hjúkrunarfræðingur. Við útskrifuðumst ef maður rétt 4. október, þannig 75 og vorum búin að vinna á Landspítalanum nánast alla okkar nematíð sem var þá 3 ár. Við fengum ekki að fara af spítalanum fyrir okkar vaktlaug klukkan 4. Og þetta var bara geggjuð stemning, það var allt troðið. Þegar þessi dagur var, þá var ég að starfa á 11G. Við fengum það að fara þarna einhvern tíma rétt, eða semst hádegið þennan dag fengum við að fara. 2 sjúkraliðar og ég man nú ekki hvort það var einhver sem að fekk og fleira fara. Og ég arkaði niður í bæ með dóttur mína í Kerfru held ég. Það var náttúrulega óskaplegu fjöldi og maður komst kannski ekki mjög, ég var einhvers staðar upp í Bankastræti. Þetta breytti svolítið svona myndinni á sýn manns á framtíðinni því að þarna var bara stórkostleg breyting. Þetta var bara virkilega stór dagur í okkar huga og fyllt okkur af stolti og bjartsýni. Það var öðruvísi að vera karlmaður heldur en kvenmaður á þessum árum. Svo breytist þetta, það hefur breyst til batnar. Hérna á spítalanum, þá hefur maður alveg fundið það er meiri virðing borin fyrir kvenfólkinu heldur en var. Það var hérna á skurðstofunni, vinkona mín var að vinna hér og það var talað niður til þeirra og það voru jafnvel beðnar að þvo skóna fyrir læknana eftir aðgerðirnar og það þurfti að ávarpa suma með prófessorstitli og ég byrjaði að vinna 72 að þá var þéringar þær voru við líði og þá voru læknar þéraðir. Við vorum í hvítum kjólum sem við þurftum að sækja sjálfar upp á saumastofu sem var hérna upp á 3. hæðinni og ef það kom gata þá þurftum við að fara sjálfar með það í viðgerð. Meðan í dag getum við gengið í buxum og valið okkur liti á fötin. Hérna mega þær fara sem alltaf fara í gönguna en einhverju verða náttúrulega eftir.